Happy birthday to you. Wow. Alltaf já gorgeous. Herðu, skál í boðið. Skál fyrir Sunnefu afmælisbarni. Oh my goodness. Kling, kling, Ég sé við erum með uppáhaldsglösum einn. En það ekki. It's a riddle. Þetta partur af afmælisgjöfninni. Ég hef aldrei séð þessi. Þessi eru ný. Það málið? Já, svolítið skemmtileg. Já, af því að ég á hvítvíns í þessari línu, en þetta stærra. Er þetta Riesling? Hvað er þetta? Þetta já, það stendur á kassanum og ég man það ekki. Ok, ég þarf bara að skoða það eftir, af því að mín eru miklu minni. Já, og ég fór í dag að hvað er einn fullkomna Aperol-glös? Þú séu þetta. Ég bara, Ok, geðveikt. Ég er alltaf að nota rauðvínsglösum mín, það er svona aðeins siðleysara dæmi, Já, þetta eru ekki Aperol-glös, þetta eru, Þetta eru hvítvínsglös, held ég. En þetta eru stærri en hvítvínsglösum mín. Já, og mér finnst bara, þú skilur ekki, ég kom ógeðslega miklu onni í þetta, En þemað í dag í boðinu er svona Mallorca sumar Aperol, það er sumar ágúst, þannig þetta er þemað. Þetta er fullkomið, ég elska litina eins og veistu, elska ég ótrúlega mikið að litum og það er með gular og bleika blöðrur, með appelsínugulblóm, gulblóm, bleikblóm. I love it. Við erum með sítrónu ostaköku, í fyrst skiptir ekki með ammælisköku, ég ætla að gera eitthvað nýtt, ég ætla eitthvað pröfa eitthvað svona nýtt. Þetta er mjög fresh og mjög summery, ég fíla það. Já, er það ekki? Já, þetta er svona aðeins, hitt er aðeins meira svona birthday, þetta er svona summery. Þetta er geðveikt. Þannig ég vildi gera svona bara eitthvað svona cutesy því að þú ert á Mallorca. Ég er á Mallorca núna. Já, akkurat núna. Þannig í þykistinni ertu hérna með okkur, þannig að ég vildi bara svona geta vibe of Mallorca líka til mín fyrir okkur og fyrir að þú getur smá svo haldið ammæli hér. Þetta er geðveikt fallegt, Birta, og ef þið eru ekki að horfa, farið inn á YouTube núna, því þetta er svo flott sem Birta er búin að gera hérna. Takk. Við erum upp á ostanum mína. Þessi fást í Hagkaup. Já, sko allt, græn alltaf bara allt í Hagkaup, blómin Hagkaup, ostakökuna Hagkaup, sumarið sem gjöfum og Hagkaup. Já, og við erum alltaf með líka útvalda súrdeigskeksið. Besta súrdeigskeksið, sem er Gothenburg. Já, best með ostunum. Verðið að fá okkur þetta með ostunum, sko. Rörin, Hagkaup, þú veist, þetta er allt bara. En þessi ostur sérstaklega, hann er svona eins og blóm í laginu. Já. Þetta er uppáhaldsosturum, ever. Þú ég sá hann og ég sagði, veistu, ég ætla að taka hann. Hann er geggjaður. Ég vissi hann væri einn af þínum uppáhalds. En já, mér langaði bara, þú veist, hafa þetta svona summary. Þannig að ég held við ættum bara að byrja á fyrsta pakkanum. Ok, bara strax. Já, þetta er frá mér. Ok. Smá frá mér. Má ekki hrista kannski? Jú, það má reynda. Svona smá, þú veist, svo við sjáum svona hvert þetta er að fara, sko. Get this thing going. Er þetta eitthvað hint af þessum, það er risastóru pakkar hérna, eða eru að hlusta? Er þetta eitthvað hint af ykkur öðrum pakka? Þetta er bara svona að passa allt saman. Þetta hljómar þessu eitthvað cutlery. Já, þetta er það ekki. Alltaf mjög fallið bleiku pappír. Já, það ekki. Það er svona ógeðslega erfitt. Já, þetta er jólakassi. Þetta er ógeðslega erfitt að finna góða innkaup, eða svona innpökunarpappíra á þessum tíma árs. Já. Það er mjög erfitt. Ég langar þessu í gulan. Æi, en við erum bleiki geggjaður. Það er ekki bara Miss Polka Dot for Polka Dots. Miss Polka Dot, ég ætlaði að vera í Polka Dot outfitinu mínu. Er það? Já. Það verður gæðist. Við erum að segja þess að Polka Dot sögur segna það, sko. Já, hún kemur í áskrift. Bling bling. Þetta er smá bling bling fyrir sumarið sem er framöndan hjá þér. Cute, á þú svona? Já, ég sé svona. með svona. Já. Cute, þetta er klemma sem er svona með skeljum á. Já, þetta getur verið með í Mallorca. Og svo færði smá svona bling bling. Bangles. Bangles. Ég held ég ætla ekki að gera eitthvað að setja það á mig hér. Ég er bara með, sko, hann er eiginlega að vera kjur, sko. Ok, ef ég setja þessa hendi, ég er ekki að hreyfa hann eins mikið. Já. Eða hvað? Þetta er bara smá summary. Geðveikt, takk fyrir. Bara minnsta. It's so cute. En svo líka því ég veit þú ert að fara út og það verður heitt og svona, þá, og ég veit, you love a crispy cola. Þetta er smá. Nei, er þetta eitthvað Coca-Cola dæmi? Svo bara. Hvað er spennt? You love a crispy cola og það er valla konar 5 mínútur og ég byrja að opna að pakka. Það er svolítið skemmtilegt. Mástu því ég glimti bökkunum í þínum afmælisveiti. Einmitt. Þetta er alveg öfugt við það, sko. What is this? Þetta er dót. Smaðurlega dót. Herðu, you love a crispy cola. Nú getur við búið til slushy maker. Coca-Cola slush maker. Æ. Ok, love. Þetta er sko super simple. Þetta bara í fristinn í nokkra tíma og svo hendur kókin onni og svo kristu þetta. Ok, frista 8-10 tíma, fill with coke, squeeze cup og bara slushy krab. Já.
Mér sko, ég elska allt Coca-Cola flavor líka nammi og þannig að þetta er geðveikt fyrir mig. Ég veit það. Wow. Ég hugsaði bara þetta Hvar fannstu þetta? Hagkaup. Ok, mælum með, þetta er geðveikt. Já. En að því að you love a Crispy Coke, sko, þannig að geggja út í... Gæti tekið þetta með til Mallorca. Ég að segja það. Þetta á að fara með þér í töskuna, sko. Þetta er geðveikt. Wanna see your slushy. I'm gonna make a slushy. Já, en svo, þú veist, auðvitað bara... maður að eldast og svona, þannig að það er mjög mikilvægt að gleyma ekki einhverju frá venja. Let me see. Bara verður alltaf að vera með, skilurðu? Já, of course. Er ég með eitthvað svona ellismelli pakka? Nei, alls ekki. Þó að það sé bara geggjað fyrir ellismellin okkar? Nei, bara mikilvægt að vera með nýtt af öllu þegar þú ferð út. Oh, so cute. It's my vitamins. Já, your vitamins, Iron Lady. Essential vitamins, hérna, Iron Lady og Girls Got Guts. Já. Ég gæti ekki haft það betra. Nei, þetta er allt sem þú þarft að muna að taka með þér. Já, rétt. Damn. Þannig að þú eigir góða ferð. Já, nei, ég tek alltaf allt þetta með mér, sko. Þannig að... Og svo líka, eitt sem þú mátt ekki gleyma að taka með þér er náttúrulega Happy Hydrate, nóa því. Of course. Og líka, því að þú veist, núna erum við einmitt búin að vera skál í búðinu, fólk smá í glas og okkur svona. Já, verður að duðlega að drakka Happy, sko. Já, en sko, ég fekk svona litlu bróðum var að segja daginn, eitthvað, mér finnst þetta ekkert eitthvað svona að vera að virka á þingu, eitthvað, mér líður ekkert betur, og ég leif, Og hann eitthvað, nei, þú veist, ég drakk þetta bara því að vakna og eitthvað. Ég sem mér finnst major key að drakka þetta áðurinn fyrir að sofa. Já, sammála. Það ekki? Jú. Já, en ég að pröfa þetta áðurinn fyrir að sofa. Já, hann pröfaði það. Já. Og hann bara, Já, there it is. Já. Ég var með boðum daginn hérna heima. Og svo svona, í staðan fyrir að bjóða svona the last round, þá er bara, vilja allir happy? Svo sniðugt. Það var allir til í það. Já, Já, bara svo mixa sniðugt. happy fyrir alla í matabóðinu, sko. Já. Herru, þannig að þegar þú heldur ammali, þú ætlar mögulega að halda ammali, þá bara mögulega. Síðasti kokteilin er a happy cocktail. Of course, og svo er náttúrulega líka hægt alltaf nota hann sem blöndu, sko. Það ertu búin að 2 in 1. Maður séð þetta þeir eru með svona könnur og mínu og eitthvað, ekki? Spennandi, það var mjög sniðugt, sko. Það er mjög sniðugt, en klálega að síðasti kokteil kvöldsins sé alltaf happy, það er mjög gott. Alltaf, þú sért ekki einu sem drakka áfengi, sko. Nei, einmitt. Það er alltaf gott fyrir svefn. Já. En það er náttúrulega Leo season sem þýðir, sko, að þú veist, það er komin ágúst þegar Leo season er komið, en það er líka komin ný varamánar þessi blöss. Oh my god. Ég veit að, ertu ekki forrættur að vita hvað það er? Þetta er svo ammælistæki þitt, líður ekki þannig? Ok. Þú veist, ég vona hann heitir Sunneva. Það heitir ekki Sunneva, en það heitir Pro for Couples. Mest í þessu Sunneva. Þetta er sko svona einstakt sóttæki sem býður upp á fjölbreyttu örfun. Þetta veitir létt svo og snýp, ásamt örfun á næmsvæðin í leggöngum og hægt að nota tæki í kynlífi með maka. Þið geta veitt örfun fyrir báða aðeila á sama tíma á 30% afstandi, sérðu? Damn, herðu, wow. Já. Þetta er frá Satisfyer. Já, þannig að þetta er sko basically hugsi ykkur sóttæki og titrara og þið geta verið að gera það á sama tíma. Já, þetta er þetta rosalegt. Þetta er rosalegt tæki. Já, þetta er ammælistæki þitt. Ég elska það. Já. Ég elska það að sé bara 101. Þú ert bara með you got the pro one. Já, I got a pro one, sko. Já, hérna í síðasta mánu fengur Hannes, you got the pro one, sko. Já, I got Hannes. Nei, I got Hannes. You got pro for couples. I got the pro for couples. Þetta er fyrir vöru. Það er bara geggjað. Já, geðveikt. Vá, það er bara vel valið, gerður. Já, mjög vel valið gerður. Í ágúst. En hérna, þú ert ógeðslega fín, afmælisfín. Takk, sömuleiðis. Takk fyrir, en þú ert með mjög flott af vörunum. Já, ég er hérna með Duck Plump. Já, Linerinn. Hann er svo geggjað, ég finn svona smá little tingly ting. Og svo yfir ætla ég að setja hérna L'Oreal Plump Ambition. Ó, elska. Duck Plump er of course for NYX. Þannig já, þetta er að top up My Liberty Lip Lip. Já, love it. Ég elska hann á gloss, hann er svo cute. Þetta litur 201. Svo cute. En það er búin ógeðslega gaman hjá okkur síðustu daga. Við erum auðvitað alltaf að taka þetta aðeins fram í tíman að því að, að því ég er úti. Að því hún er úti. En það er ógeðslega gaman að fá að halda svona smá sneak peek ammali með þér. En við fórum í útilegu. Já, við fórum í útilegu daginn. Fannst þér ekki gaman? Jú, geðveikt. Ég svaf reyndar inni, en þú varst í tjaldi. Já, ég var í tjaldi. En þú varst í villu. En það var rosalega tjald. Þetta var rosalega tjald. Það var ekki tjald, Þetta var hús. Já, þú gast staðið inni. Já, og bensi líka. Og bensi er yfir 2 metrar, takk fyrir pent. Þannig að það er í rauninni montskalinn. Já, þú veist, svo fór maður bara inn í tjaldið bara til að sofa. Þú veist, við hefðum ekki þurft svona stórt tjald. Nei. En þú veist, ef maður væri að fara yfir helgi. Já, það næs að hafa. Já, þetta er geðveikt. Það er sérstaklega með hundan líka. Já. Gátum sett Rómeó í time-out því að hann stundum þarf á time-out, sko. Já. Getur sett hann bara inn í tjaldið.
Það var líka bara svo krúllið ferðabúr. Já. Ógeðslega sætt. En þú varst looking amazing there. Thank you. Já, alveg glænýju fitti. Og geggja fitt fyrir 66. Já. Bara perfect fit. Þetta var svona semi-afmælisgjöf. Já. Já. Þetta var geggja afmælisgjöf. Já. Þú fannst líka afmælisgjöf. Ég fekk líka afmælisgjöf. I loved it, sko. Þú fekkst dingjuúlpuna. Já, dingju bomberjakkan. Ég á reversible dingju svarta sem ég elska. Ég nota svo ótrúlega mikið. Þannig að ég fekk mér brúnan. Sem svo cute fyrir haustið, sko. Svo cute. Þetta svona geða mikið svona back to school outfit. Þetta svo góð jakki. Man ekkert kalt í honum. Nei. Mér var ekki kalt í 1 sekúndu. Nei. En líka undirfötin, borgir. Nei, básar. Já, básar, sorry. Já, borgir deruna. Nei, sko. Básar, vá. Þetta, ég lifi í þessu. Bara alltaf. Hérna, ég átti svart svona sett, en núna fekk ég mér svona beislrað. Mér svo flottur litur. Já. Mér svo stördaði litur. Ég hefði alveg getað rokka básar bólinn sem ból. Já, alltaf. Hann er flottur. Ógeðslega flottur. Já. Þannig að já, þú veist, ég hef alltaf verið bara, ég hef notað mín básar svörstu bara í mörg ár, þannig ég bara, ég ætla að refresh it, af því það er mjög notað, en mér var ekki kalt 1 fucking sekúndu. Þetta er alveg komin á öskulista minn, sko. Já, svo er ég vatnajökull buxunum, ljósu. Vonarstræti peysu. Já. Dingjuhúu. Og víkanska. Já, rosalegt. En þú varst með vonarstræti peysuna órenda og ég með hann að renda. Já, ég var með turtleneck og þú varst með renda. Og það er líka til rend með hettu. Já, ég sá hana. Já, hún er ekki flott. Geðveik. Ég fyrir að demla hún langar mig líka hana. Já, ég spurði þegar ég fór sótti fyrir Birtu í búðinni af því hún kom inn í bústaðinn. Og hérna ég eitthvað, til önnur í smól. Já. Ég ætlaði bara að kaupa mér annars, sko. Já, gett. En nei, hún var ekki til akkurat í þessari búð, þannig að dammit. Já, dammit. En ég fer við tækifæri. Já, takk þig með hettu. Ég er bara að gera það nefnilega. Já, það var aðeins öðru í þessu, sko. Það var mjög næst. En við erum búin að pæla í þessar peysu síðan Sigríður var í hvítu fyrir ykkur síðan. Út í París? Já, út í París. Já. Ég var bara til floss peysa. Já, við vorum bara, hvað peysa þetta? Og hún bara sérstaklega bara, þetta hell. Já, þetta er geðveikt flott peysa. Þetta er smá ólíkt þeirra peysu. Þetta er ekki svona útifatta peysa. Nei, þetta er bara street style, cutie. Ég líka fekk mér daginn mjög flott á svona hettupeysu fyrir 6. Já, þú reyndi að gera það, bara svona renda. Ógeðslega flott. Geðveikt þægileg. Ég fekk mér líka 99 years þegar fyrir að fagna upp á 99 ára. Þetta er svo cool, sko, þetta er alveg rare að eiga þetta. Já, það er bara 99 jakkar. Það máli? Já. Ó, ég segi, það er geðveikt. Geðveikt, sko. Þannig að ég er mjög ánægð með hana. Þið voru líka töluð með mig svona nokkur þáttu síðan. Bara hvað kúla eiga vintage 66. Þetta er svona ennþá nettara. Já. Ég er bara svona, this is a piece. Já, það er að passa þennan. Vá. En já, það var ógeðslega gaman. Það var svo gaman. Útilegu. Já, hérna, þú veist, ég ákvað að taka líka buxunum mína bara, svo sem ennþá að tala um þetta. Ég verð bara að acknowledge þetta. Já, þú verður að gera það. Hérna, þú veist, ég hugsaði að smá riski á þessu hvítar útibuxur. Og hérna, ég er samt bara svona, ok, ég ætla ekki að passa mig. Og það var alveg búið rigning og þú veist, svo fær maður í kupp og þú veist, svo sérst maður á jörðina og allt þetta. Þannig að... Fór maður í glímu. Við fórum í glímu og Birta. Ég ætla ekki að taka það fram en já, ok, we're doing that. Þannig já, Birta fórum í glímu. Þú góðu glímu bæða veginn. Já, takk fyrir. Birta náttúrulega var að æfa glímu, sko. Það má ekki gleymast. Það má ekki gleymast. Nei, ég var búin að gleyma því þegar ég challengeaði þig, sko. Ég sko því ég var 6 ára. Já, en þú ert alveg kröftur, fæsti. Ég er lítil og fæsti. Já. Ég er það nefnilega. Þú ert algjör, sko. Ég held að sko ef ég væri ógeðslega reið þá get ég unnið hvað sem er. Já, ég held að þú getur alveg, sko. Þú veist, þú leiður nærmar ofan á, þú veist, nærð ofan á og það er ekki sens að það er af. Nei. Það er kýtlæg. Ég er alltaf algjör vuss líka þegar kemur að kýtlingi, sko. En já, þetta var mjög fyndið, ég var byrst að vera með glímu. En hérna, já, og þá kannski fóru buxurnar, þú veist, smá í grasið. Það er fórhaldið mikið í grasið og hérna, ég var bara, já, ég næs úr. Og ég náði þessu úr. Já, ótrúlegt. Já, herru, leini trixið, skóla með köldu og hérna, leiða svo liggja og setja, sko, uppþvottalög, ég þurfti alveg mikið, þetta var mikið af blettum, en þú ættir bara að þurfa smá og móti matasóta búið til svona paste og svo var ég bara með tannbursta, ég hefði alveg getið notað kannski hreinan uppþvottabursta, að þetta var það mikið en ég notaði tannbursta og ég bara svona skrubbaði þess í, leiði þess að bíða í 40 mínútur og svo skólaði ég í sturtunum mínu ísköldu vatni aftur og ég var bara, þetta er ekki fara úr fuck svo bara allt í hennu hvarf þetta magnað, þetta hvarf úr þannig að fyrir ykkur sem var að hlusta á þeim þátt eftir að koma heim frá þjóð með drulluskítur, vatnajökulsbuxur eða eitthvað frá 66 pröfi þess aðferð og svo hendi ég sér bara á svona sportsprogram 30 gráður eftir á og þá fór öll sápan almenn lór og það eru bara svo nýjar þannig að geðveikt
ég hef aldrei verið svona gæla sem eitthvað að reyna að taka bletti úr en ég var bara, ég ætla bara að gera þetta. Þetta bjarga maður vatna í öklubuxum, sko. Já, þetta var líka viljandi test, sko. Já, þetta var það. Já. Þannig að I did you guys a favor. Ég fekk mér líka vatna í öklubuxur og ég er ekki búin að fara í þar og ég var svona, ok, ég vona, að því annars þurfti ég bara endur með þetta hvernig ég ætla að nota þess. Já, þú getur notað þess. Já, í hvað sem er. Það fór allt. Já, þetta er rosalegt. Bara meira þess að, þú veist, þar sem ég blettaði ekki einu sinni, sko, almennilega. Þú veist, það lag náttúrulega bara yfir alla buxuna þegar ég var að skóla þér. Ég var í áfalli. Rosalegt. Já. Rosalegt. Þetta er geðveikt, þannig að you're fine. Amazing. Þú veist, ég hef aldrei prófað þetta tricks með yfirtölulegin og mótsóttan. Þannig að en ég ætla líka bara að láta að vita að hérna gólega býður einstaklega innilega til hamingju með afmælið og vonar að sérst að njóta. Ég er að njóta kínu minnar mjög mikið. Ég elska kínu mína og mælu með að fara að kíkja á vetrarlegu dílana. Já, nei sko líka eins og þú veist það er ótrúlegt hverju maður pakkar hérna bíl og það kemst ótrúlegt magn fyrir. Nei bara ég gleymi ekki þegar ég fórum til Spánar sko. Nei sko, já, með 100 farangur sko. Og með barn. Og það komst allt í kíuna. Þannig að hérna kíkja ég á vetrarleguna. En ertu hérna ég er að pælja bara kickstart þessu partíi og gefa þér bara aðal pakkan frá mér til þín og ég er búin að vera svo Hvað er þetta? Þetta er svo stórt en þetta er mjúkt. Þetta er mjúkt og stórt. Hvað er þetta? Ég er svo spennt, já. Þú veit að holy shit. Ég náðu að gíska hvað þetta er. Er það taska? Taska? Já. Ég veit ekki. Þetta er annarkvæmst taska jakki. Sorry, ég verð að gera þetta. It's a tradition. Áður en þú opnar. Er eitthvað á óskalistanum? Ég veit ég eftir að spyrja betur út í svona ammæli spurningur eftir, en bara langa að vita, er eitthvað á óskalistanum? Sko, ekki fyrir ammæli, nei. Af því að alltaf, bara svona, ég var að hugsta á hann, af því að litli sem ég senda mér SMS, hvað langar ammæliskeið, og ég bara, mér dettur aldrei neitt í hug. Nei. Ég er svo léleg. En vissulega vantar mig fleiri glös af því ég var að byrja að safna á 9 glösum. Þannig að glös, já. Ok, þú fæst þessi, skilur, þú getur alveg skipt. Nei, þú getur ekki. Ég get ekki skipt. Æ, það er annar kassi og opnar. Ég þarf greinlega þessi, af því það kemst Aperol í þetta. Right, þetta var svo Aperol-glös. Geðveikt glös. Ok, flott. Og ég elska alls konar glös. Þannig að, þú veist, ég á heilan risa skáp af glösum. Já, þannig að bara afsök innilega, ég opnaði sem ammælisgjöfuna hérna. Guð, nei, ég er bara mjög ánægð með þið. Og hérna, já, glös finnst mér alltaf næs að eiga. En svo elska ég bara svona alls konar random. Bensi fær aldrei lista. Nei, ég veit það. Ég spyr Bensa ár eftir ár, ég veit það ekki. Ég ger aldrei lista. En þetta sem ég er að gefa þér núna er eitthvað sem ég sá og ég var bara oh my god. Má ég fá hint, er þetta ekki keypt á Íslandi? Nei. Og ég var bara Sunneva þarf þetta. Og sérstaklega, sko, ég vil sjá þig njóta þetta á ammælisdaginn. Er þetta Jacquemus beach bag? Nei, sko, sjáðu bara. En hvað er þetta að fara að vera á afmælinu? Ég veit það ekki. Það er að gera beach club. Vonandi, við erum eftir að finna það. Ég sá það fyrir mér. Þetta er eitthvað beach þá. En þetta er eins og taska, það er eitthvað... Kíktu. Er þetta eitthvað vintage? Kíktu bara. Er ég búin að gíska eitthvað? Nei. Ég finn sko handföngin. Það eru handföng og þetta er taska. Þetta er eitthvað svona tote bag. Ok. En hvaða? Og opnaði. Hættu sig. Ég og allir hlustendur erum að brjálast. Þetta hættu. Þetta er Jacquemus. Nei, sko. Nei, ertu búin að sjá það? Nei. Nei, hún er sko fræ fucking ný. Hæ? Já, það voru sko rugg. Ég veit það. Birta. Það er ekki flott. What the hell? Hún er ruggli. Ég er ekki búin að opna það sjálf. Þú sjá hana. Hættu nú. Þetta er þessi við gulan kjól, þú on your birthday. Birta, did you just give me a Jacquemus bag? Já, I did. Oh my god, ég verði að sjá. Þú verður að sjá glingrið, sko. Já. Oh my god, what the hell, Birta, are you fucking crazy? Nei, I love it, sko. Þetta er crazy. Er þetta crazy eða hvað? En hversu flott verður þetta ammælistæðin? Perfect. Ég ætlaði sko að kaupa gulan kjól með, en ég náði honum ekki fyrir ammælið. En ég var bara, I see this vision. Þarftu ekki að kaupa gulan kjól líka. Oh my god, ok, ég verð að finna mig gulan kjól. Nei, ég skal senda það sem ég ætla að kaupa. Þú verður bara að senda tíðin til Spánar. I will try.
Graves. Oh my god. Það eitt kúla og það eitt svona kassi. Já. Wow. En hún glæni, sérðu shape-ið. Ég held að þetta væri bara hefbundna beatsbaggið. Við erum dálítið þema hjá okkur í Giacomo. Ég veit. Hvað er það? Ég veit það ekki. Ég held að þetta væri sko öðruvísi handles sem ég fann. Hélst þetta ekki að það væri bara að þú sagði Giacomo beatsbag og þessi Já, ég veit oft talað að fá okkur. Ég held að þau fyndi bara okkur vintage. Já, nei. Þetta getur ég aldrei séð þess áður. Nei, hún er sko glæni. Er hún glæni í New Season? Já. Hæ? Já. Og ég sá hún og hún bara ný inn á síðinu. Shut up. Oh my god, my bestie need this. Oh my god, takk svo mikið í áfalli. Hún er svo cute. Finnst þér ekki? But I will get this borrowed. Oh yes you will. What's mine is yours, baby. Já. En sko, líka það er eitthvað risa Giacomo tote bag. Já. Og veistu, ég ætla að nota hann ofan í, svo allt þetta ekki út allt. Líka það sniðut. Ógeðslega sniðut. Fyrst og fremst er náttúrulega bara skraut, sko. En auðvitað getur nota hann líka, það er gott. Nei, veistu að því, þetta er aldrei skraut. Nei, ég veit, en þú veist, þetta er... En það er svo sniðut að því að þegar maður er með svona bag sem maður sést allt í gegn. Já, nákvæmlega. Nota bag inn í bag. Svo cute. Þú treður sér niður. Já. Can't wait to see this on your birthday, sko. GMG. Er það ekki? Jú, Er þetta ekki afmælistaskan? Þetta er geggjur taska. Ég ætla að segja að þú veist, maður langar alltaf í tösku en ég var aldrei bara... Nei, ég veit bara Ég segi aldrei, mér langar í tösku, ég kaup mér bara töskur sjálf. Já. Nei, þessi var bara written in the stars for you, Og ég er spennt að sína Sigríðana. Já, og stelpunum, oh my god. Hún er svona típan sem myndi kaupa sér þetta, sko. Já, og Við erum alltaf að tala Sigríð, hún er svona tísku íkonu mitt. Já, það er hún er svo ógeðslega öðruvísi. Já, og þetta er öðruvísi. Ég ætlaði að kaupa bara venjuleg tótbæki. Já, með bleika. Já, nei, það er lóf. Nei, það er líka Giacomo til. Ok, ég vissi það ekki. En ég ætlaði að kaupa bara, hún var ekkert í bleik, bara svona base litur, bara ógeðslega cute. Giacomo er með bleiku bara svona logoi. Já, ok. Veistu hvað ég tala um? Já, algjörlega. Ég ætlaði bara að kaupa bara hefðbundnu, bara Giacomo, bara þess að traditional beach bag. Svo sá ég þessa og ég var bara, hættu nú. Veistu hvað hann er made in? Hvar? Madagaskar. Ok. What the hell, ég hef aldrei séð það á æfinu minni. Það bara sé bara hestur og eitthvað að búa þessa til, sko. Vá, nei, sko, ég er sjokki, ég hef aldrei séð. Það er svo gaman að fá eitthvað sem maður aldrei séð. Já, og líka þetta er svo öðruvísi. Já. Og maður kannski endilega tímur sér ekkert að kaupa sér sjálfur eitthvað gett öðruvísi. Ég ætla rétt að vona að þess að ég er búin að fara á YouTube right now og sjá þessa tösku, sko. Ég hef aldrei séð svona tösku á æfinu minni. Sýnd hana, einu sinni. One last look. Hún er svo falleg. Hún er svo falleg, sko. Stelpunum verða að koma að sjá hana. Já, það eru... Vita þær af henni? Einn þeirra. Já. Okay, ég ætla að surpræsa hérna. Já, surpræsa hérna. Sjá það ég vekk. En en já, talaðu stelpum þar. Mér langar að halda þetta afmælispartí áfram, bara, en bjóða líka your besties. Oh my god. Þannig að ég ætla aðeins að bæta hérna í partíu, opna fleiri glös og við sjáum þetta í smá. And it's a birthday party. Oh my god, it's a party. Já. Til hamingju með dætur. Til hamingju, baby. Takk, babies. En það er Jóa og Eva búin að joina okkur í afmælispartí. Svo gaman. Svo gaman að koma. Já, geðveikt. Við hefum aldrei gert þetta. Nei, við hefum aldrei gert þetta. Það var gaman. Já, Þetta er smá öðruvísi. Takk fyrir að bjóða okkur í afmæli. Já. Velkomnar. Thank you. Það er alltaf gaman að gera eitthvað nýtt og gera eitthvað aðeins öðruvísi. Já, breyta þannig. til. Já, en þið voru ánægð með setupið. Þetta er svo cute. Erum við á Mallorca? Við erum á Mallorca, já. Við erum í summer vibes. I'm gonna miss you guys. Nei, það verður svo gaman hjá þér, sko. Oh my God. Það var svo skrítið að vera ekki með þér. Já, það verður umlegt. Við erum yfirleitt saman. Já. Þú verður flottast í heimi með nýja töskuna and all your accessories. Það er ekki taskan flott. Ertu að grínast? Vel valið. Ekkert eðla vel valið. Ógeðslega It was so flott. cute. Ógeðslega flott, sko. DM, sko, mér er aðalgælanina. En ég ætla að sakna ykkar svo mikið, en ég verð með Hildi. Þú verður með Þú verður með Hildi, já. Og Bensa. Og Bensa, Já. sjálf. Og Palla, hún má ekki gleyma honum. En já, við munum sakna henn svo mikið. Já. Það er alltaf svo mikið afmælisplan og afmælinu, sko. Já, en yfirleitt erum við úti saman, en samt, eða þá, ég held eftir á. Í fyrra vorum við heima. Já. Árundur því, þá var ég á Ítalíu og svo hélt ég partíð leðugu heima. Já, Þú varst ég að baka köku. heila halda partí. Ég kefti blöðrur og Já, ég var bara, bakaði köku. ég kom heim og Jóa var búin að
hún var að passa Bruce. Já, Bruce. Róma var ekki komin. Nei. Hann var ekki til, hann var ekki í sinni hugmynd. Já, og ég kom heim og ég var bara, ég ætla ekki að halda afmæli. Og þetta er svona, gerði ekki Leo dæmi. Ég er búin að sjá það, því núna er foreldrapils mitt bara Leo season og Leos. Og bara svona, já, þetta er svona típist Leos að segja, ætla ekki að halda afmæli og svo halda að geta afmæli. Þetta var náttúrulega sturla afmæli í fyrra líka. Þá geðveikt í fyrra, right? Ok, hitti fyrra líka, en þetta var sem fyndið, menn þú ert alltaf bara, ég ætla ekki að gera neitt, ég er ekki með neinn plön og eitthvað þannig, þetta var bara sturlaðast afmæli sem ég hef séð í fyrra. En hvað verður þemað í ár? Það er máli, ég veit það ekki. Nei? I don't know, en ég held í alvörinni mögulega kannski eitthvað svona Butter Yellow theme lemon dæmi, That's on theme, já, að því fyrra var ég með svona crochet bleikt allt skilur, það var ekki að vera með eitthvað svona milky eitthvað dæmi, Það ókslega vel við líka Abrolin og eitthvað svona Já, sem í þetta Já, þetta er alveg Er þið búin að sjá þarna Spritz and Sequins? Já, það er alveg cute. Ég er búin að seifa nefnilega fullt af svona þeim og eitt af þessu sem kom upp á þetta það kom líka eitthvað svona cherry dæmi mér finnst það bara svona aðeins meira haus Það er kannski svolítið þitt ammæli Já, ég var með smá þannig án cherry en þú veist ég var með svona burgundy þema En þú getur alveg verið með svona cherry í þínu Ég var ánáttúrulega ammæli í desember Þannig að það er alveg cute Ég er Spritz and Sequins Já, það er aldrei mikið væp Eða Butter Yellow, þú veist Já, en það getur verið blandað, já kannski, já En það er líka framlengir sumar smá Já, það gerir það Það er svona eins og gaman að halda afmæli það er alltaf fullt að gerast í ágúst en ekkert svona Nei, það er alltaf bara svo alls konar annað Ég er alltaf looking forward to your birthdays í ágúst Það er alltaf svo gaman og þú veist, við erum alltaf bara allar að koma saman all your besties að fagna og það, ég veit ekki Ég myndi ykkur kakan eitthvað svona með svona óransvæp með svona glimmir yfir eða eitthvað það er gætilega cute, svona annað enn í fyrra You thinking cake We are og líka bara dagurum fyrir ammali er svo skemmtilega líka þegar við vorum eitthvað að undirbúa saman það var svo gaman í fyrra þegar við vorum bara allar heima með mér og þegar voru moral support að gera kökuna mína ég var að snúa þú alltaf, þetta er að feila og ég bara, þetta er ekki að feila you're so fine, svo var það svo ókslega flott já, og ég með Sola stjúpaði mig og vorum að gera snittur og gerum túnasnitturnar og hvað gerði þetta meira? Og svona lax á blíni og eitthvað hengdum upp alla blöðrutnar og lag það var bara það var ókslega gaman ég myndi glimta á hann, ég ætla að segja á þann þegar við vorum hérna að tala svona setup ég glimti bara sérstöku sjátátt en sjátátt í dag fær hún Elín mín fyrir að vera besta barn í heimi, bara sorry Embla, í dag var hún besta barn í heimi hún að ég hafði bara einhvern ramma til þess að græða allt og ég lett sáður húsum leið hún tók lúru sinn og Gunni var náttúrulega heima fyrir ykkur sem eitthvað, what? Hann fær ekkert sjátt á þetta því að hann fær ekki sjátt fyrir það að vera með böndið sín en hún svaf í 4 tíma og ég náði að gera allt á meðan she knew og ég kom heim og ég var bara takk fyrir þetta Auntie Sanja ammæli sleep mommy chill svo góð hann að það var geggja ég var alltaf að kíkja klukkuna bara næja að fara ná í blöðurnar og svo bara hringdi ég Gunnar, er hún svoandi? Já, yes, næja að fara upp á skrifstofu og græja, setja eitthvað enn upp hringdi Gunnar, er hún þetta svoandi? Já, nice, ok og í kringluna og kaupa outfit þetta sjálfur mér og láta hann að glakka mig og ég veit ekki hvað good fucking job góð dagur, þú varst alveg smá stressuð ég var mjög stressuð ég var bara hvernig allir ná þessu í kringlunni og Birta var bara ég er þetta bara hérna og ég bara you got this og hann bara nei, þú ert frá þangað og ég bara you got this þú þarf bara, þegar það eru svona afmælisþættir þá þarf maður að taka bara 2 daga. Ég veit að maður þarf að taka 2 daga. Þessi bara flýttist aðeins, þannig ég var búin að æfatru, þú veist, þannig ég var búin að gera áætlun fyrir, en svo bara var þetta reddast allt. Já, þetta er gæðið. Þetta er svo joking. Þannig ég verður að spyrja, is this a flan? Nei, ég sagði það sama. Þetta er sítrun ostakaka. My birthday flan. Jóa verður náttúrulega að fá birthday flans. Jóa fær birthday flan. Hún fær ekki kökur, hún fær flan. Ég ætla að búa til það frá grunni. Og nú verður að skreita. Við gerum svona TikTokir. Maður á ekki að skreita flans. Nei, nú gerum þetta double, please. Þú farið eitthvað cupcake til liðan með kertinu, sko. Svo verður hitt bara flan. Bara brúnt flan. Jóa, við vorum að tala um flan síðan í júni, sko. Ég var að vona þetta að vera flan.
Og þú varst búin að senda okkur hann að gæjan sem að gætlaður allar TikTok og opna flan. Ég var alveg peppan, sko. Já. Ég held að það sé mjög erfitt að gera flan. Já, ég veit ekki að karamellan væri undir. Nei. Ég held að maður heldur sig. Já, ég væri bara búin að brenna karamellan undir og þetta er mjög vel gert. Flan er meira vinna basically heldur en það að búið til kökku. Ángríns. Eða þú veist. Það finnst mikið vinna í, já, við prófum. Það er kannski bara meira love í a birthday flan. Kannski. Það er alltaf að baka frá grunni, ekki bara að pakka kaka, sko. Já, nokkulega. Þú færi flan. Já, ámæli apríl bara einhver vil vita. Já, við erum bara að byrja að æfa okkur. Já, þetta var 30s flan. Ói. Gæðvikt. Hvort var það Joey eða Chandler sem fekk flan? Var það ekki... Það var Chandler. Það ekki. Það er bara svo gott að það hefur Joey svona. Var það ekki? Because we share a name. Já. Ég man ekki alveg hvað það var. Það var einhverja... Þetta er svona Friends. Já, þetta er reference þaðan. Já, þetta er sítrónostakaka. Því að náttúrulega Besties er ostakökubræð. Þannig að þetta er okkar hérna... Genre. Okkar genre. Og í litnum of the season líka. Þú veist, it's yellow, it's cute. Það er ekki bara... Við höfum oft líka að tala að þú veist, hérna, gulur er dálítið... Þú veist, Líó og Ágúst. Það er það. Ég hugsa þitt nafn gul. Já. Þú ert rosa gul. Þú ert rosa gul. You have a yellow aura. Já, ég held það. Þú hefur líka alveg verið að nota gulan, þú veist, svolítið mikið í sumar. Nei, ekki bara í sumar, líka bara senst sumar og það var svona mjög trend. Það er doldið sunny sunshine liturinn. Ferðir ógeðslega vel. En Ágúst liturinn samt, svona birthstone minn er grænn. Já, það. Ljósgræn, þannig að grænn, ég tengi grænn ógeðslega mikið við mig og gulur. Það er bara ljósgræn. En þú varst líka alltaf í grænu einu sinni. Já, grænt ferði líka mjög vel, sko. Já, næstu farin í grænum kjóli í dag. Já. Svona ljósi litir. Varst ekki í ljósgrænum, sorry, á senasta liveshow? Jú. Oh my god, það var svo flott. Ég horfði með það á eitthvað til langum í. Hann er verður verið að nota hann aftur. Já, þetta er uppáhaldskall. Hún er kannski bara fyrir svona, I guess, in a wedding, right? Já. Ég verði You're Something Green. Já, alveg rétt. Er það þing? Nei. En það verður það í einhverju brúðkaupi. Sinna var make it a thing. En hérna, sko, í fyrsta skipti spurði ég ekki Besties spurningar. Og það er með ákveðnu ráði gert að því að við allar erum með spurningar til þín. Já, þannig að við ætlum bara svona að pröfa þess öðruvísi að því að spurningar sem við fáum eru alltaf geggjaðar, sko, en þú veist, það kannski er svolítið svipa ár eftir ár. Já. Þannig að við ætlum að pröfa eitthvað smá nýtt. Ég skal bara... breytingar hérna í ár. Já, það er bara gaman. Það er alltaf gaman að gera eitthvað nýtt. Þannig ég skal spyrja mína fyrstu spurningu. Bring it. Eva, svo kemur þú bara eftir mér. Og svo Jóa. Já, geðveikt. Þannig að, ok, nú ert komin inn í nýtt ár. Og þú er komin í nýjan aldur, takkilega séð. En hvernig finnst þér þú hafa breyst á síðast ári? Á þessu ári sem var að liða? Hvernig hef ég breyst? Ég er án unnusta. Já! Ég býna fyrst skemmt þessu svara ef við höfum aldrei haldið upp ámælega sem unnusta. My first birthday as a fiancé. That's so fucking cute. Já, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort ég hef breyst eitthvað mikið meira en það, sko. Nei. En það er svona ákveðið svona stig, svona þroskastig sem kemur með því, sko. Ég trúi því. Já. Og núna að vera að pæla í að plana brúðkaup og þannig, það er svona, it's a grown-up thing. It's a grown-up thing. En þú veist, bara fór ég betur með TikTok, bara venues og brúðkaup og allt þetta, þannig ég er bara svona, oh my god, elska það. Og við erum báða, skál. Já, skál fyrir ykkur stelpur, with your rings. Við erum ekki enda búin að fá því tepúið síðan, Jóa. Thank God, þetta er ekki á hérna, Já, Jóa með hérna. Ég slösu hérna á fingri. Á mörgum fingrum. There's your ring. So pretty. Ég var náttúrulega leiðaði daginn og ég var að stinga með hendinu, sko. Já. It's a rock. Got two rocks over here, so. Nei, þetta er ógeðslega gaman. Spennt að plana brúðkaup saman. Já, ég get ekki beðið eftir að þið fara að senda svona. Ef við þurfum að fara að outfits, sko. Líka, þið þurfum að fara að velja outfits og líka bara... Nei, þið þurfum að segja okkur litakóðan. Já, ég veit það, en þú veist, þið... Nei. Go brainstorm, skilji. Ég get svona ímynda mér að það sé bleikt sem við má vera í þínu brúðkaupi. Já, það má líka vera bleika mínu. Já, ég held að ég myndi hafa, allir litir, allir sér sikkurum líka. Já, það er ógeðslega. Ok. En er þetta ekki alveg þannig, ég veit að we're going off and whatever, þú veist, ég myndi alltaf senda þig kjólinn til að fá samþykki. Já, en ég myndi samt vilja að þú myndi velja þitt snið. Já, ég myndi velja mynd og senda þér síðan hvernig finnst þér þessi fyrir brúðkaupið. Já, ég myndi ekki vilja velja kjól sem allir eru í. Nei, það er alveg sammála því, en ég myndi vilja, þú veist, að því að
Ég ekki engaged, and maybe one day, en þú veist, ég væri til að allir væri svona svipuðu, þú veist, litagenra. Já, segjum að þetta væri silkikjóla. Eða væri silkikjóla, skilur, það var svona okkur silki en þú velur þinn silki. Já, ég er svo sammála, af því ég vil að allir séu looking their absolute fucking A-game. Svo þeim líður líka vel. Já, ég vil, þú veist, ég vil að all my besties að ykkur líði vel og líka bara, þú veist, ég vil horfa á ykkur, ég vil bara vera bara ég sé eitthvað líði vel. Já. Af því það alveg mun, maður sér alveg þegar fólk er svona smá óþægilegt. En maður hefur alveg séð bara svona brúðkaupsmyndatökur, þú veist, allar gorgeous, en ekki allar kannski sniðinu sem að það myndir sjálfur velja. Það er ekki að setja allar bara í eitthvað svona slipper dress eða eitthvað svona. Ég held að við fjórar til dæmis hérna séum bara gott dæmi það að við erum allar með sikkurt snið. Já, nákvæmlega, 100%. Við myndum allar velja eitthvað sikkurt snið og við varum allar slaying í okkar snið. Það er svo spennt að sjá alla brúðkaupskjólana líka. Já, hvernig getur maður valið? Ég bara gæti ekki valið bara einn hvít dress. En ég heldur sko við förum saman allar í mission. Já, við förum í mátun í París. Þá veit ég bara svona þegar líður vel í kjólnum. Já. Það er það góður. Já. Hann held ég væri svona princess dress. Right. So flowy, cute. Já. Hlakka svo fucking til. Já. I don't know, við vonum best ekki að hlusta. Nei, ég ætla að vera bara í þröngum. Nei, hún verður ekki í kjól. Nei, dress. En þú veit maður aldrei. Ég hef aldrei máta brúðkaups. Jú, ég. Þú hefur máta. Þú hefur keypt brúðkaupskjól. Já, brúðkaupskjól. Já, það er ekki að nota hana. Herðu. Það er allir búin að sjá. Ég þurfti kannski að láta allt hana. Já, eins. En hérna, jú, kannski. Hver veit. En já, ég var byrta Jónata brúðkaupskjóla fyrir ykkur sem voru ekki að live-sjónu. Það var ógeðslega fyndið að bara vera inn í máturkláð og máta brúðkaupskjóla bara svona, vá, ég held ekki að ég væri að gera þarna í þessu. Nei, en little did I know að ég held ég myndi jinxa þetta svona. You did not. I did not. I did not. Maybe I did. Hann var bara, I like this vision, sko. Ég var ekki að spyrja Benza út í þetta daginn. Já, náttúrulega með liveshowið og það, þú veist, með allt planið mitt með trúlunum, það varst ekki að pæla því hann eitthvað, já, ég var búin að gleyma því. Oh my god. Já, en það var mjög stuttu áður en hann fer og kaupir hringinn. En þetta sýnir bara svo mikið hvernig kallmenn hugsa það. Og ég veit að Benzi er ekki að ljúga. Nei. Af því hann er bara það, alltaf, hann er svo ekki fucking ADHD, að hann var bara, já, voru það brúðkaup? Já, alveg rétt. Og ég segi sko heilu söguna hvernig ég vil láta biðja mig. Og já, muni ég eftir já, stíman eftir, ég bara með dýrinn að tengja það núna að Benza. Já, hann var bara ekki að take notes. Nei, klast. Það var svona ekki það far off. En hann var ekki take notes á þessar sögu. En hann samt vissi. Já, þú veist, það var alveg alls konar. He fucking knew. Já, hann vissi bara, hann ætlaði náttúrulega að gera þetta eitthvað fyrr sko en hann vissi bara Mexiko að því það var svona draumur minn síðan ég var lítil að fara til Mexiko. En þú vildi destination trúlofin og æskilu og he at least delivered sko. Já. Er ekki að hlusta á þessu sög þegar ég hann eitthvað skrifaði eitthvað? Jú, þetta er til. Og ég var að reyna eitthvað. Nei. Var enginn að rekka þetta? Nei. Það var ekki. Personal. No, we never do. Sem er alveg bara pín skrítið. Já, við ættum að gera kannski take notes. Take notes. Það hefur gaman að eiga þetta. Já, bara upp á líka, þú veist, að þá sjáu þið bara, þú veist, bara fyrir ykkur til að eiga, þú veist, það þarf enginn annar að sjá það. Nei, nákvæmlega. Já, það er bara, þú veist, hvað á maður að stilla myndalinni og... Þetta er að smá process, en við erum að reyna, við erum alltaf að reyna, árið frá ára alltaf að reyna að ná þessu. En ég peppi þetta á næsta. Já, næsta live show. Þetta er náttúrulega svo flott bara fyrir það sem hafa ekki svona séð hvernig þessi live show er. Teaser, ef þið ætti eitthvað svona teaser. Við höfum náttúrulega mörg ári röð fengið eitthvað til þess að taka upp og svo fá aldrei efnið. Já, það er, ég heldur sem bara smá brendar af því. Já, ég var tvisar að þrísar gest. Já, af 4. Skilið efninu. Já. Hvernig varst efnið, takk? Þeir vita allir upp á sér sökina. Já. Og reyndar eigum á fyrsta. Eigum fyrsta. Fengum það árið setna. En fengum það. Hvorki meira en ég lefði. Speaking the truth here, sko. Allavega árið. Já. Það er allavega ekki lost forever. At least, já, bara segja sannleikan. En Eva, þú varst með næstu spurningu. Já, hún er ekkert svo ólík þessari. Hún er svona svipið þema. Er eitthvað sem hún lærði nýtt sjálfa þig á þessu ári? Svona sem vill kannski taka með þér þá inn í næsta ár. Vá, ég hef þetta bara spurningar fyrir sko. Það er gott að fá þau on the spot. Það er alltaf svo gott að hugsa þetta bara. Ég er búin að vera dálítið mikið, þetta er kannski smá deep, en ég er bara svona að reyna bara ekki pæla of mikið í svona ræktinni og þannig og hvernig ég lít út og ekki vera svona að
þú veist, skamma sjálf á mig og vera bara svona, ok, ég ætla bara að lifa í núinu meira. Ég er búin að vera dálítið mikið þar þessu ári. Ég er búin að vera ótrúlega mikið að ferðum og þannig og þá fer ég bara svona, leið ekki mér þá fer ég bara niður af því ég er bara svona, ok, ég þarf að þú veist, skilur þið viti hvernig þetta er þegar maður fer í frí og þannig og alls konar. En ég er búin að vera bara svona, fuck it, skilur þið. Ég er bara að lifa. Já, bara lifa og bara njóta og ekki vera að pæla í einhverju sem maður skiptir ekki máli, eða þú veist. Einmitt. En hvað getur gott sval. Já, frábært. Þetta er líka bara, sýnir bara hvað þú hefur þá greinilega bara með sjálfriðir á árinu bara svona tekið smá þroskastökk. 100%. Þú veist, bara svona með þér. Já, og þetta er bara eitthvað svona ég hugsa innræða. Þetta er bara þú, skilur. Bara svona að fara í þess að nú er ég að fara ammálsferðina mína og mér líður ekki að sé í drauma forminu mín, ég er bara svona, fuck that, skilur. Já, einmitt. Everybody is a beach body. Everybody is a beach body. En núna líka við erum örgulega búin að vera saman í útlöndum í svona mánuð á þessu ári þannig ég get alveg sagt, þú veist, þú ert búin að vera gett auðvitað að æfa en miklu meira bara svona fyrir hreyfinguna og þig og bara til þess að eiga góðan en ekkert endilega til þess að þú veist, safna kaloríum eða eitthvað svona, þú veist, þú ert bara búin að njóta skilur og bara gera þetta á réttan hátt. Já, takk. Bara á réttum forsendum, mér finnst alltaf að vera með hausinn alveg frekar mikið í lagi varðandi þetta en svona ekstra núna að því að það er alltaf ferðir, svo vanlega bara tekið bara brutal deep sessions fyrir ferð en ég er ekki bara á tímið núna, ég er bara svona whatever, en ég ætla ekki að fara í ferðina og líða illa, ég ætla bara að fara og njóta og líka bara you look amazing we always en auðvitað, ég veit hvað meinar já, þetta er bara hausinn ég veit það, þetta er bara hausinn og hausinn fer oft með mann ég bara ekki að nenna það í ár ég er bara svona, en líka þegar ferðirnar eru með svona stuttum fyrirvara þú veist eins og við vorum ennþá bara eitthvað svona kannski smá kærleysir eftir Mexíkó þannig þegar allt í einu vorum að fara til Spánar og þú veist þetta er bara svona ég fór allt í einu til Portugal líka Portugal og svo allt í einu til Amalís og þú veist þetta er allt bara með stuttum fyrirvara hvernig farið marga ferri ár svona kannski smá side question það var New York byrjaði þar London spátt með þér, Kylie já, við tókum það var beint eftir London ég tók 3 ferðir hérna bara mánuð alveg margar hræðilegt svo Mexíkó, Portugal, Nice Alicante og svo aftur spátt svo nú er þetta Mallorca en ég líka var til París á saman tíma en þú veist, við millilendum í París já, ég var ekki alveg að kveikja með fast við erum að fara til París ég fer til París 2 daga og svo fer til oh my god beautiful Summer Paris Summer Paris ég hef aldrei farið til París ég og Bensi millilendum í fyrra við vorum á 5 tíma og ég verð að koma þið voruð alveg að peppa nefnilega við fórum út núna í mæ og þið voruð alveg að peppa París við erum bara að fara að við draumur minn hefur alltaf verið að sita í mynd hjá Eiffelturninum, skilur eins og þið gerðið. Í sumar og sól. Já, í sumar og sól. Af því að við höfum alltaf verið eitthvað frjósa fyrir framan Eiffelturnin. Þannig að ég vona núna að við fengið svona smá hindafitt. Við gátum valið svo marg staði til að millenda. Það er ekki flóið beint í maður, sko. Ég mæli með piknik bæði Tower, sko. Við gerðum það og það var the cutest. Ég horfði á þetta, já, bara þetta er geðveikt. Og svo fórum við daginn eftir þarna, þið verðið líka að fara að gera. Já, ég pantaði Bambini núna. Já, það er við hliðina Giraffe. Geðveikt að breytast til já, að ég fara svo ógeðslega oft á Giraffe en ég með langar að fara á Giraffe en það er eitthvað við það, ég er alltaf að bóka vitlaust og enda alltaf á La Suite ég bókaði líka, ég hjálpaði þér að bóka og svo endaði að gera að bóka og þá fóruð á La Suite sem er svona geggja, skilur en mér langaði á The Terrace Hit Terrace, og ég sendi stjúpmum við litlistu mín og það er endur alveg sýt líka hvað er ekki að vittlust en það er geggja fyrir trúlónuna sko það var styrla fyrir trúlónuna af því að það er fleira fólk á hinu terracinu miklu fleira og þetta er miklu meira private þetta var en fyndi samt, akkur er allir endálega sweet í hátinu ég veit það ekki, af því það er miklu meira fancy mér langar bara að fara í eitt drikk nefnilega af því að maturinn á daginn er ekkert eitthvað þú veist, allavega ekki það er bara oysters og eitthvað ég myndi alveg fíla það, en Bensi fíla það ekki við fengum alveg, þú veist að því, hann bað mín þarna Óla Sweet sem er Giraffe, basically við fengum fisk og við fengum eitthvað fiskipasta og þetta var gott, sko já, það er örugglega helling truffle pasta já, það er það sem við fengum líka þegar fórum á þann kvöldin, það er geggjað I know en þú veist, mér langar bara svona í svona eitt bit já, ég veit það, já ég myndir að alveg vilja fara, já en jú, þú ert næstu spurning ég er næstu svo spenntast þetta var mjög gott svar já, það var mjög gæðslega flott and you went deep yes that's what we want herri, ég meina hérna aðeins léttari hvað myndir þú segja væri svona þitt mesta og kannski uppáhalds Leo trait já, þessi er góð þessi er góð
Besta Líó trait, ok. Ég held sko að það sé að láta fólk hlæja. Ok. Að það svona eitthvað sem að, þú veist, er ekki bara eitthvað svona, eitthvað ég elska að vera með hárið. Þú veist, hárið er svona útlist. Hárið er rosa mikið Líó. Það er bara allir, þú sérð alltaf hverju Líó út frá hárinu þeirra. En ég held að sé bara svona að ég núna fór í pinsi mitt bara Líós. Og það allir, ég veit ekki hvað gerðist. Allir var bara allt Líó traits. Af því það kom með, þú veist, það kom með Líó. Já, en ég aldrei fengið samt svona mikið. Ég er bara svona, ok. Að ég kannski segi öll trendin. Og nei, og það er bara svona, og það allir bara eitthvað svona, já, Líós þeir eru geggjaðir leaders og allt það. Bara svona halda hópinn og passa upp á aðra. Og svo þau láta allir hlæja, þau eru ekki að fyndin, þannig að mér finnst það er svona my favorite dæmi og ég veit að það á við mig. Já, þú getum alveg Við getum gott ég ætla að eiga það bara, ég ætla bara að vera smá Líó og segja það sjálf. Ég var að spyrja þig upp á Líó trait, ég held að segja þess. Ég held að segja skemmtilegast að það er svona jákvæðast að líka við að vera Líó og þú veist eins og núna svo sé tölum meira Sigríði sem þætti, vinkona okkar, og hún líka Ágúst Líó. Og það er alveg munur á Ágúst Líó og Júlí. Og þau eru þrískipt Líóin. Það eru, þú veist, júlí til 1. ágúst og svo er miðju sem ég og svo eru seinni partin. Það er allt sikkar persónuleiki. Og ég og Sigríður erum náttúrulega þessi og við tengjum til mikið. Við erum báðið með hennan húmor og þannig. Þannig að ég elska það svo mikið hana. Þannig að ég get sagt það sjálf Já, þið eru óksla líkar týpur. Við erum eiginlega bara alveg eins. En það er geðveikt gott svona vibe á milli ykkar eða ykkar energy matchar mjög mikið. Það er nefnilega ekkert oft sem að þau sama merki matchar vel. Viti, við erum alltaf alla sikurmerki og við vibum geð mikið saman. Það getur verið class, já. Það getur alveg oft verið class, en Líó on Líó er yfirleitt bara geðveikt mikið match. Þið náðu einhvern veginn og fyrsta sem þú segir líka við mig er bara þú væpaði mig þannig að þú væpaði Sigríði. Nei, en það er bara þannig með vini-vinumanns. Ef einhver ógstu góð vinu þinn, þá er ég bara, ég treysti þér sem mannesku að lenda þessa mannesku. Þú veist, að ég elska þig og dýrka þig og ef þú dýrkar næstu mannesku, þá veit ég, it's a good person. Já, það er samt, ég get alveg svona, kannski klokka bara, þú myndir væpa þessa vinkonu mína og þú myndir væpa þessa vinkonu mína út frá ykkar traits. En þú veist, svo eru svona alltaf fólkið í kringum ykkur. Svo er svona ákveðna sem ég er svona, ok, ég ætla að kynna þessar vinkonur saman, að ég held að þið munið væpa vel, skilu, veitir, að því að ég geti væpa við einhver aðra stelpu sem að þið munið ekkert væpa við, skilu. Já, svo er það náttúrulega það, ef allavega með okkur, bara ef okkur líkar vel við, við erum svona mjög sami við erum alltaf líka alla með sama persónuleika við erum líka bara við já, ég veit það og við líka bara, þú veist, við tölum við erum bara það nánar að þú veist, það væri mjög skrítið ef að einhvern veginn ekki, að þú veist, ég væri bara svona að held þetta væri passar við þennan hóp það er bara, ok þessi stelpa, hún passa vel inn í þennan hóp. Það væri aldrei ykkur sem að okkur finnst bara off sem að væri bara vinkona Birtu eða eitthvað. Nei, einmitt. Þeir eru aldrei bara, guð, ég hata hana. Nei. Mjög ólíklega. En ég með næstu spurningu. Ok, ef þú þyrftir að velja í einn dag, hvort myndir vilja frekar vera 10 árum yngri eða 10 árum eldri? Ok, þá er ég 19. Já, þú verður 19. 19 eða 39 ára. Já. Bara í einn dag, bara pröfa. Ok, einn dag? Já. Ok, allan daginn 10 árum yngri þá. Að ég mun verða 10 árum eldri einn daginn. Já, mun fyrir vera, ok, já. Ok, þetta kom. Já, ég mun aldrei upplega aftur 10 árum yngri. En það er kannski myndir vilja svona glimpse into the future. Það gæti verið. Nei, það er smá svindl og ég gæti svona jinxa það. Já. Og segjum að það sé bara umöðlega future eða geggið. Ég held að það sé ógæslega gaman að 39 sko. En bæti maður hættir að grænda ef maður sér bara og þú ert að hafa það geðið vel. Og þá kannski hefur það ekki jafn gott að þú hættir að grænda. Það var ekkert eðlilega gaman hjá okkur þegar við vorum 19. Já, það var þetta rosa. Ég var til að eiga einn kvöld með ykkur aftur 19 ára gömul. Við að tapa spartnið, maður drekka sangría. Ég var til það Já. Oh my god. Back in the we day, had a blast. Ég elskar hvað við koma í ljós bara að við höfum inn á allir þessa staði. Nei, við máttum alveg vera veitingarstöðum. Nei, já, ég var svo sögðu við B5. Já, það er long gone. Ég fór ekki B5 fyrir en ég kom aldrei. B5 er ekki til lengur. Ég er ekki að djóka eins og It's vintage. Ég er ekki að djóka, já.
Ok, þá verðum við brakstur annars þar. Voru við þá stilast þetta? Þið tvær voru náttúrulega alveg rogue, sko. Eva og Jóa eru svona rogue. Já, vorum við bara tvær. Ég veit ekki. Já, ég var yfirleitt með Krillu á þessum tíma. Já, í kójupartí. Við vorum bara tvær í kójupartí heima með henni. Oh my god. Besta Krilla. Það voru bara tapas, svo fyrir við bara heim til mín að gesta eða eitthvað. Já, það er eina sem ég gerði. En það var líka ógeðslega gaman. Já. Love those nights. Grín. My fave nights. Birta, þú varst hvar? Ég veit það ekki alveg. Já, Hér hvar hugsa bara varstu? hvað var Við ég? vorum alltaf besties, en við vorum svo oft í sikkarum Sikkur hópum. lengi, já. Ég man ekki alveg hvað það að gera 19. Varst þú að djamma svona mikið með okkur á þessum tíma? Ég veit það ekki. Hlýtur samt að vera. Ok, nú er búin að velja 10 árum yngri. Já, ég vel 10 árum yngri. Já, Ok. fair That's all. enough. Það getur heimsótt okkur back in the days. Back in the days, sé hvað ég var að gera. Ég veit ekki ennþá. Já, varstu ekki bara Portugal eitthvað að tjama? Já, þú varst rosa mikið þar. Já. En við Með vorum samt skömmuninni. alveg mjög mikið alltaf bara í einhverjum ammælum og Já. svona partíum. Ég bara, þar að ég þurfti að fletta upp myndum, sko. Já. Já. En ég veit ekki. En Eva, þú varst með næstu. Já, Sunneva, núna er þetta last 20s. Ég veit þetta er ljótt. Sko. En hverju ertu spenntust fyrir svona á árunni sem er að koma? Já. Svona, Oh my god, engu. Nei, Jú, hættu. hættu. Ég ándjus, þetta er... Ég er alltaf spennt að ég muni lífa það af. Já, nei. Nei, ég hef alltaf sagt við ykkur, ég muni Ég ekki ná veit það. 30-aldri. Já, Ég já. hef haldið það síðan ég var 10 ára. Við sko. erum not næsta manifesting ári. that, Nei. sko. Næstu ári þegar við höldum Ég- þetta það er- 30 samanlið, þá Já, verður alveg já, bara, já. she's alive! Já, En það verður þema. partí hérna eftir ár, Það verður sko. jarðafara þema. Herðu, Já. ætlaðu þá bara kannski degi í Nei, kistunni. heyrðu, it's a life theme. Við verðum allar bara í svona hvítu giving weddings semni. Við komum allar Ég in our vil ekki birth hafa... suit. Ó, já. That's hot. That's hot. Hann kemur í áskrifsni, sko, frekar en jarða Gott að vera með góða fyrirvara á þessu, þá myndi ég sko. frekar vilja engla þema. Já. Það var alltaf Ég er að segja, við verðum með hvítu. Ok, já. Ef þú heldur að endri í Halos. helviti, þá máttu mæti devil spinning. Ok. I might. Hvort heldur þú farir upp eða niður? Við jóða bara, Já. Allan Æ, I'm an angel, baby. við segjum svona. það var góð spurning. Nei, ok, það var erfitt að toppa þetta ár og náttúrulega búin að gera svo mikið og Já, prófa Mikið búið að svona. gerast, já. Gaman. Já, oh my god, hvernig muni... Ég held líka með þetta ár, okkur ég er búin að fara svona mikið, er bara I'm living my last years. Ég hættu þessu. My last good years. Good Þetta er years. svo bulli, hefur séð Kim Kardashian, sko, yfir ferstugt. Já, gellan á ekkert eðalega mikið peningum. Já, og Já. þú líka. That's you and it's gonna be even more. You're gonna be so fine. Já. Ég held að við 30 plus verðum upp á okkar allra besta. Við verðum alveg Já, geggjaðar. ég ætla að vera í mínu, ég hef alltaf sagt from this, I started this podcast, ég verði mínu Besta besta. formi og Þrítug. besta living. 30. Já. Við verðum 35 með lítið börn, bara eitthvað. Það er geðið, Jú, ég var alltaf þá verðum við barnlaus. Jóa bara, við sáum, Já. við má karbiskall. Þegar ég farið til Ibiza og eitthvað. Já, það verðum við í Ibiza. Muni ekki gifið sem ég sendi inn á grúptjátt okkar daginn. Ég á Ibiza, svona gömul kona væpin. Alveg, sko, það verðum við. Já. Ég er svo spennt. Já, Ég var- þú nei, varst ég og næstu. Eva varum þar af því að við erum ekki ennþá farið. Þið geta alltaf farið inn í Ég er journey. eftir að fara Já, áður en áður en við við komumst. förum, Já. sko. Ég Við förum í hópferð með all heimilinu, sko. Eva, við þurfum að fara áður en við verðum Ég veit, 30. en við erum búin að segja þetta svo oft, ég veit það. Drífum Já, en nú Besta- við höfum Já, tíma. sko. Birta hefur ekki mikið tíma. Nei, það er enda styttist í Ég hef byrstu, svo sko. fokkin lítinn tíma, það er Já. vandræðilegt. Þú kemst örugglega ekki fyrir því. Vá, Það ég er hef svo mikinn tíma. Ekki ég. Já, þú hefur mikið En tíma. Ég sko Birta, minna Ég hef tíma. alveg Við getum alveg næsta Við getum sumar. heilt sumar. Já. Við getum farið fyrir fertugt. Ég ætla að fara fyrir ferstugt. Já, ok. Ég farið fyrir það. Já, fyrir 30, check ég er the til í grounds. þetta, sko. Ég og Birta ætlum að fara fyrir fertugt og við ætlum að vera í okkar, sko, ég er búin að sjá fullt af fertugum konum með, sko, sturlasta sixpacks mér séð. Við ætlum að vera þar. Já, same. Á Ibiza. Ég ætla að Algjörlega. vera fertug Ibiza. með sixpack og ólétt. Geðvegt. Sixpack Ofan á bumbur. Það Elska. er geðvegt. Elska. En þú veist, við munum svona lappa inn á eitthvað svona skemmtistað, svona vinsalastað og svo vera bara eitthvað, ok, ég er búin að sjá þetta Já. og bara fara. Sko, ég er orðin fertug í andan og þegar. Já, en þú veist, ég gæti alveg verið upp á eitthvað svona svölum og horta Já. á eitthvað aðra að vera eitthvað svona good for you, you're doing amazing. Vá, ég heyri svo mikið bara svona I'm harder than the other bitches. Ángríns. Nei, það er too late, sko. Ég sá okkur að gellu gera þetta sem var 24 ára en daginn. Fuck Já. her. Jæja. Fuck her í alveg. Jó, það var næstu spurningu. Já, ég menar þetta. Herri, hver er eftirminnilegasta afmælisveislæðin frá því að þú varst barn?
Já, þetta svona krútspurning. Frá því að barn. We're svona reflecting on our youth. Ég held. Eitthvað kaka eða eitthvað. Já, ég hugsa veit kaka. að mamma var a baker. Þú veist, þú fékkst the baking skills from your mama. Sjátt á þetta mömmu, sko. Sjátt á þetta mömmu. Í alvörinni, besta. Hún kendi mér að baka. Hún á þennan dag í dag. Já. 100% þetta hennar dag líka. Og þú veist, ég veit að hún bakaði alltaf sturlakökur, þannig að ég kannski meira svona eftirminnilegast að kom svolítið út frá því að ég var að hugsa út í að hún gerði alltaf ekki kökur. To be honest, þá man ég ekki eftir neinum afmælisdegi sem barn. Wow, Ég man eftir bara einum á mynd sem að ég á Fridays og ég fekk svona ís og ég var ekki stuð. Damn. En örgulega svona, fyrsti afmælisdagur sem ég man eftir þegar ég var 18 ára. Ok, byrju, hvað afmæli var það? Þá bara var ég 18 ára og ég var bara, ég er fucking 18 ára. Nei, ég er first, I know, en þú veist, var það þegar þú hélst að Ég held ekki neitt, sko. En hvenær hélstu á skrifstofunni? Tvítugs. Það var endur eitthvað líka. Nei, það var samt líka tvítugs heimi á pappa einum. Nei, ekki tvítugs, það var 24. Nei, líka tvítugs. Ég man að ég og Jakob vorum byrjað saman og hann var skvöld mér. Ég held. Já, það var tvítugs. Já, þeir eldaði pastað. Já, ég man það var ég held gælu ammali fyrst. Það var fyrsta myndin sem við tókum svona sem við heldum á þig. Já, passar. Ég held, sko, bara eftir ég var tvítug þá byrjaði ég að halda upp á ammálið mitt. Það er alveg smá líf á dæmi að við höldum aldrei upp á ammálið okkar. Nefnum að lest minni, þetta er svona, it's nothing big, skilur. Neyðir því að gera. Svo skrítið með við ykkar sæn. Það er En þetta er bara, þau gera alltaf eitthvað svona annað ekstra, held ég. Svona Nei, ég gerði aldrei neitt, mánuðinn. sko. Nei, ég er að tala þú veist, núna í dag. Við fórum ofta á tapasbarinn. Var það ekki 18 ára afmælið? Við fórum sko alltaf bara eitthvað út að borða 2 ammálið mínu í svona mörg ár. Það var gæt mikið. Það var enginn á landinu og það var alltaf bara þunnur eftir þjóðutíð. Já, ég man samt alveg eftir líka þegar við vorum að fara eitthvað svona. Var það kannski þegar við gáðum kaffivélina? Og fórum við á eitthvað kól. Já, kól. Krydd. Nei, kól. Já, við máttum bara fara eitthvað svona út að borða. Ég byrjaði bara svona eftir þess að ég eldist meira, þá er ég búin að halda meira upp á það. En líka þannig vorum við alltaf að gera þetta á ammælisdeginum. Já. Við vorum alltaf að gera þetta á ammælisdeginum, en ekki, þú varst ekki að halda þetta kannski helgi. Já, en ég hef aldrei getað, finnst mér, haldið upp ammæli nema á deginum. Af því mér líður ekki svo í ammæli hina dagana. En núna er ég bara svona að taka í sátt að það er aldrei neitt á landinu ammælisdeginu mínum. Og svo er þú hætt að vera á landinu. Já, þess vegna hætti ég að vera á landinu. Þú ert á landinu, ég er alltaf á landinu. Ég er hætti eftir eignast bönn. En ég hætti bara að vera á landinu sjálf. Ég hef reyndar alltaf verið á fucking landinu. Já, ég held ég hef alltaf verið á landinu. Jó, alltaf eina Held að ég sé alltaf búin að vera á landinu. Nei, þú bjóst úti yfir það líf. Já, en ég var alltaf í sumarfríi mjög lengu. Ég hef ekki átt svona mörg ár til að ég ammali, sko. Já. Nei, en þetta er bara svona tími sem ég ammali. Já, ég veit að þetta er erfiðu tími. Já, ég var bara sem badd að hata allt ammali mitt því ég fekk aldrei ammali í skólanum. Ég veit það. Þetta, þess að mér langaði alltaf þetta. Þannig ég hélt aldrei einhvern veginn upp á ammali mitt. Ég man eftir einu ammali sem badd og þá var ég búlíuð og þess vegna gleymi ég því ekki. Bara fyrir átfitið mitt. Nei, ég kröfst það. Ég var geggjasætum ból, sko. Hver búlíði þig? Bara einhver strákur á bekknum mínu. Já, ok. Hvað heitir hann? Fuck off. Við erum að fara að bróka núna. Ég held ég hafa ekki haldið upp á barnaafmæli síðan þá. Nema bara þá með einhver svona close friends. You know who you are, you little bitch. Nei, hætti þessu. Ok, a Taurus. En hérna, ég vil aldrei segja hvað mannskeiði. En ég veit nákvæmlega, ég gleymi þessu aldrei. Hvað var sagt? Ég ætla ekki að segja það hér. Ok. Ég skal segja ykkur eftir, ég held ég sagt ykkur þess að sögu. Já, þú hefur sagt þetta er body image stemmi. Ég man það núna, þetta var ógslegt. Ói, við lítum bann. Já, ég var svona 8 ára. Já. En já, ok, þú veist, og það gerði insecurity bara still today, skilju. En já, við ætlum ekki að ræða það, við ætlum að ræða skemmtilega. Já, við erum í góðum gýr. Já, næsta spurning. Nú ætlar að setja þig inn í svona the minds of bara þú ert bara spákona. Og þú ætlar að spá fyrir, hvað ert þú að gera næsta afmælisdegi? Getur hægt að tala 30 saman? Nei, við erum bara, að því mig langar við hlustum alltaf næsta ári. Að því ár eftir ár höldum þess að þætti og við hlustum alltaf á fyrri þáttinn. Við langar að heyra hvort þú myndir spá rétt fyrir honum. Hvað er ég að spá? Þú átt spá fyrir þínum afmælisdegi á næsta ári. Hvað heldur þú sérst að gera? Ok, ég oft talaði það. Hvað ég ætla að vera 30 sammælinu mínu. Og það ég oft talað að ég ætla að vera í Champagne í Fraklandi. Ok. Champagne. Og ég ætla að fara
og Chateau Prion gröfina. That's hot. The father of champagne. Bury me with him. Já. Ég myndi þá bara hitaslag þar og deyja með honum, bara grafið við hlýða. En þá gröfum við það líka. It's gonna be iconic. Ekkert vera að flytja líka með heim. Nei, we would never. We would never. Yo, I want to rest where the king rests. Já, Ég held við að myndum aldrei taka þér frá champagne, sko. Ég held að myndi meira að halda jarðarfrunabróti, sko. Já, nei, ég segi það, bara út í champagne. Sætum alltaf úti í svona stólum. Og sem ekki En mann núna það nei, ég kom með nýjan tilgang og það brúðkaupið mitt. Það fram með 30, þannig að So cute. Já. ég mun vonandi lifa í 30. En núna ertu búin að manifesta næsta ámali. Ég langar bara að heyra þetta. Já, ég hef oft sagt þetta, en ég veit ekki, kannski er ég bara í bísa með við. Já, gæti gerst. Það gæti gerst. Við Jóa kemst nálega þá ferð. Já, nema það er bara poppið og öðrum krökkum. Við verðum bara að komast líka Það er saman. búið að loka fyrir öll rör. Já. En hvernig verður afmælisdagurinn núna? Þú verður á Mallorca. Já, það Hvað er ætlarðu ekki að gera? cool plan, sko. Þú veist, það er beachclub þarna úti. Við erum að fara að nála Porti Antrax sem að Hailey Bieber og Justin Bieber og daginn. Er það klúbburinn sem hún var með Já. Road Pop-Up eventinu á? Porti Antrax er svo bærin. Nei, já, Og svo bærin, heitir hann já. eitthvað Grand Foyer, eitthvað klúbburinn. En hann er með Road Pop-Up til 7. Ég er með 7. Þú verður að fara. Hún er að fara. Já, ok, þú verður að fara. En Ok, það var já. ekki lust á beachclubi sjálf, það var lust til lunch. Ok. Þannig ég ætla að reyna að tróða mér hérna beachclubin þegar ég Já. mæti. Það var 8 ára Ok, planið mitt á spennt. afmælinu mínu, en það er lokað hérna á afmælinu mínu. Nei? Jú. Ói. Þannig ég Bensi fyrir nú degin fyrir. góður að Open tróða it okkur up. inn á Beach Hann er Clubs. svolítið góður í því. Þannig ég ætla svona, og þú veist þau eru öll með góðan kjaft. Hérna, Hildur, Palli og Já, þau. með góð- Þau eru fólki. Þau ná sko. að tróða, ég er svona, En við þurftum gonna það ekki be einu sinni amazing, þegar við sko. vorum með Cannes. Þá Nei, vorum við bara, það var crazy. Þá fundum við eitthvað Randa Beach Club, svo voru svona 100 manns í rauða undan Og þau bara, Bensi. Hann var bara, Bensi, hvað eru og þið hin? mörg? Og Já. svo bara, Já, bara töluðu bara Bensi. Bara Bensi. Bensi. Já, þetta var mjög skrítið. fáránlegt. Já, það var bara Bensi. En líka, það horfði líka allir á okkur röðinu hérna bara, það var allir brjálæðir. Já. já, það var allir brjálæði, það var röð, sko. Nei, að því líka En við vorum ekki svona reynda. Nei, við Nei, vorum líka. við vorum Já, manns. vorum Við vorum að reyna að ógeðslega átta okkur á hvert við ætluðum að Já. neina. Þú veist, við vorum bara, vá, þessi Já. flottri og að fara hér. Hann var Stóðum mjög svona eitthvað hjá flottur. röðinni. Svo bara fengum við bekki öll og Já. allt þetta. Geðveikt. Það var Iconic, sko. En þetta var Geðveikt. ógeðslega fyndið. Ég er smá svona go with the flow hvað er verði í ár. Já. Bensi jafnbarði inn á okkur stað, that's Já, for sure. við langar líka bara að mæta því við erum búin að vera að skoða og það er ekki Já. draumastæðar minni uppbókar og bara allir draumastæðar minni uppbókar. Bensi mun On my jafnbarði dream inn á date, draumastað. cute. I love, nei, Þú finnur hann. Já, þannig ég ætla bara hann svona verður go with the flow og við, þú veist, við erum á svæði þá sjáum við hvað er cute Já. og bara bókum við bara, Já. ég ætla bara go with the flow, sko. Geðveikt. Þetta I verður love ógeðslega it. gaman. I love Ég er it. svo spennt að fylgjast með, það voru Já. svona live eftir þetta. Þetta er svona Já. stutt ferð. Já, Það er alveg en fyndið. samt. Já, En það er ekki, Líka. Er með það vika? París. Með París. er þetta ekki rúm? Nei, þetta Þetta er er ekki 5 rúm. dagar vika. bara Já, í já. hérna Amerika. Æ, en samt Æ, það var bara, when svo you make the gaman. most of it. Já. Það er best á Já, það. já. Ég er líka búin að fara svo mikið út á þessu árið Já. þannig að ég mun Þetta ekki verður vera svona að deyja ég þurfa að liggja í sólinni. Nei, Það er meira nei. svona að njóta. Meira svona, Já. já. Þú varst að taka ferð við að Já. liggja. Já. Akkurat. Ég þarf ekki að liggja. Ég Nei. veit að bara Þetta verður svo vibes. æðislegt. Já. Ok, ég er spennt. Ég er bara svo spennt fyrir Love því that, þetta er já. svo gaman. Gaman. Ég verður með strákana, væpinn en Já, Joey er að passa my boys. Já, ég er með báða. Hún var svo duðleg. Both Nei, of my boys. ángríns, Jóa. Geðveik. You're the best. Nei, en þú veist, þetta eru, those are my boys too, Ég veit sko. það. Já, þetta eru my En þetta doggos. er alveg mikið til að spyrja um, sko. Já, nei, guð, nei, bara mér finnst Þú þetta alltaf. reyndar að bauðst til þess. Já, mér finnst þetta alltaf bara sjálfsagt, sko. Já, nei, Eða, elska þú það veist, ég og bara takk, bara fucking my fake boys, sko. Skál, Já. you're my babies, you're gonna take care of my babies. Always. Always and forever. Love my babies. En jó, þú varst með næstu question. Gotcha. Að sjá. Hver á næsta spurning? Þetta er svolítið skemmtilegt. Finnst það ekki? Sko, hvaða orð eða setning myndi lýsa seinasta ári og þá meina ég bara síðan í ágúst. Þú veist, bara frá því Síðan í þú áttir ágúst. ammali og þannig til þú átt ammali. Það er árið sem við erum að horfa á. It's your year. My birth year. Þitt ár. Best. Þú veist, bara orð eða setning. Þú veist, bara ef þú ættir að, þú veist, þetta má vera bara gaman. Þetta má vera whatever. Já. Það er eitthvað sem kemur upp í hausinn. Mér finnst þetta ár búið að vera bara happiness. Já, ok. Þetta er búið að vera bara svo Cute. ótrúlega geggjað ár. Cute. Bara allt, bara frá því ágúst í fyrra, bara live show, Við erum að horfa á það. Bara ágúst í fyrra. París mínum bestu konum, jólin voru æði, fór til New York í janúar með Bensa, Sabrina Carpenter, Trúlofun, Portugal, Trúlofuna trip og með Alex Sestelbúrum líka, þú veist, ég er búin að gera. Þetta er bara drauma ár, sko. Já, Þetta er þetta so var cute. Too rosalegt. good to be true, sko, to be honest. Þetta voru cute year, Já. sko. Happiness, that's cute. Já. Já, I love that. Ef við Já, bara I skilja, love it. mér finnst Já. bara cute að skilja eftir Jú, það. skiljum Happiness eftir er það. þetta, sko.
Ég með næstu spurningu, spá svona skrítin, en þú veist. Ég Ef þú mætti setja eina svona ammælisreglu, bara eins fáránlegan bara eins og þú veist, bara dæmið, þú veist, það mætti ekki nota orðið boring á ammælistæðin, bara einhverja fáránlega ammælisreglu, hver væri reglan? Banna fyrir fílu. Já. That's hot, love that. Þoli ekki fílu. Nei. Fíla fucking boring. Bara ef þú fyrir fílu eða sé bara einhvers bara 7. ágúst, það bannað. Það bannað að vera fílu. Og bara bannað að sína mér hint á vondu skapi. Já. Love that. Já, bara love that. Gladir allan tíma. Já. Ég vil það bara. That's so cute. Ray of Sunshine. Jákvæðni bara reglan. Jákvæðni nummer 1, 2 og ég elska jákvæðni, það er best sem ég veit. Jákvæðni best. Já, jákvæðni er fallegt, sko. Ég finn alltaf jákvæða hlutin. Já. That's so cute. Eva, þú varst búin með þínar. Já. Er það ekki? Jú, og þið verðum búin að svara þér. Já. Ég með það sko. Maður sjá. Það svona, já, við erum búin að ræða hinnar spurningarnar. Kemur fyrir. Já, það gerist, auðvitað. Varstu með einhver markmið fyrir seinasta ammælisár? Þú veist, þá er ég að tala aftur frá ágúst og fram núna í ágúst, skilur við? Sko, ég átti mjög erfitt með að fara inn í næsta ár. Að mér fara svona 28 ára, svona seinasta of the youth. Já, ég skil, ok. En settur þér eitthvað svona, þú veist? Ég man það ekki, gerði ég það? Ég man það ekki, við þurftum meira að hlusta sko áramótaþáttinn. Já. Til þess að vita svarið. Já, ég veit ekki hvort sett mér einhver markmið. En svo var ég með bara svona að side question á móti henni var bara náður þeim, þú veist, en þú veist, ég kannski markmið kannski ekki andla rétt á orðalagi. Þetta var meira svona, þú veist, var eitthvað sem ég langaði, þú veist, að gera. Mexíkó. Já. Þannig að kannski smá skrítið að segja markmið, því það er ekki svo að vera markmið og myndi trúlofa þig eða eitthvað. Þetta var samt svona milestone. Já, milestone er kannski betra orð. Já, klála. En mér finnst svo skemmtilegt sko, því þegar við byrjum tebúið og þá var alltaf spurningin skilja bara, þú veist, og þegar við byrjum ammælistættina, þá var alltaf hvar sérðu eftir 5 ár og 5 ár var alltaf akkurat 30. Þannig að á næsta ári verður svo ógeðslega gaman að hlusta tilbaka. It's gonna be so cute. Nei, það er meira en 30. Nei, meira en 5 ár. Já, en þú veist, 5 ára núna, en það hittaði þannig þegar þú spurðir á ári númer 1, skilur við? Rétt, já, það er árið setna. Upp á ammælisárin. Tebúið 5 ára í ár, sko. En já, þú veist, það er það, og ég er svo ógeðslega spennt að, þú veist, og ég gerði það viljandi ekki í dag, þeim langar ekki, þú veist, þessi þáttur er ekki þá þáttur, skilur við? Þú veist, það er, við eigum ár eftir í það, gefa okkur það. Ár. Ég og ár. Já, nei, ég sko, ég á 8 mánuði, eitthvað alveg. Nei, þú ert 12 ár í september. Það er hálft ár í mars. 7 mánuði. Veistu það, ég er í mars í september, þannig að þú ert. En þú ert samt bara spennt, þú ert alveg búin að plana 30 og... Ég er að reyna að plana hvernig ég ætla að halda afmælið mitt, en it's not about that, en Sjáum mig ekki halda partí, sko. Every year. Ekki svona stórt. We'll see, we'll all see. Ég mun aldrei hafa svona stóra 30. Nei, ég myndi aldrei gera það. Það meira ekki segja. Það er regla á næsta ári að banna að segja hvað ég er sammála því. Það er reglan. Það er reglan. Nei. Þú valdir aðra reglu. Þú valdir fíluna. Ég myndi bjóða að segja 30 eða segja fílu. Já, má ég segja 30 má ég fara fílu. Fílu. Nei, en ég er svo spennt að hlusta mitt á fyrstu ammælisþættin okkar og heyra 5 ár fram í tímann. Ég fór að grenja síðan úr fyrsta þættinum, sko. Ég fór að grenja í fyrsta ammælisþættinum mínum. Já, ég veit það. Ég veit það, en það var reyndar á annar ástöðu. Ég veit það. En ég er svona alltaf að reyna að passa mig að fara ekki að grenja þegar kemur nála þessu stóru ógæslegu tölu. Sorry, ég ætla að reyna að vera jákvæð núna. You set the fucking rules. Þú sagði það, sko. Ég er ekki fílu. Nei, ég veit að, það er munur á að vera fílu og... En ég sammála þér á næsta ári þegar kemur að því að halda þennan dag, að þá er þetta ekki dagur upp á númerið, sko, þetta er bara dagur. Já, þetta er bara dagur. Í síðan munum bara halda bara byrta festivali eitthvað, skilur. Já. Ég er mjög spennt. Fyrsta fyrst. Ég ætla að halda Joey's Flan Day. Það er mjög gott. Eva, en þú? Hvað ætla ég að gera á ammælinu mínu? Eva's Cherry. Það er svo ógeðslega langt þangað til. Stelpur mínar. Ég er 9 ára en 28. Þið er ekkert að spyrja mig svona, sko. Ég veit ekki hvað ég er að fara að gera á morgun. En bursið frá því, ég var með næstu spurningu. Sko, Eva, ámæli desember. Og ég er alltaf þessi brandari sem leiði ég er orðið alltaf þá er ég bara Eva, nei, það er mjög stutt í því, sko. You oldies. Eva is a child. My baby. En ég var með næstu spurningu. Það er sem sagt,
við höfum spurning áður, langar bara að sjá hvort það svar sé búið að breytast eða hvort sé eitthvað nýtt. Og þetta er að bjóða manneskju afmælið þitt, lifandi eða döðri. Who would it be? Kylie Jenner. Já. That's hot. Gott svar. Ég vill bara jamma með henni eins og niður. Já, ég held að hún sé fucking góð jammari. Hún er Leo Queen. Ég held að munið eitthvað sem að gera. I can feel it. Við nánast fórum, ég er að segja það. Já, satt. That's fucking sad. Við hefum hitt J-Lo og eitthvað, þú bara... Já, en ég segja, næsta Kylie event, þá verður Kylie þar. Við verðum saman á næsta Kylie event. Ég finn þetta með Hún er my birthday twin á Já, it's gonna happen. Við verðum með henni einhvern tímann og við munum jamma með henni einhvern tímann. Á Kylie event. Á snekkina. Yes, sir. Bara í rennubrautinni. She is huge. Það verður næsti Kylie event. Það er draumur minn. Það er svona snekju. En alla að fara á þannig. Byrjum þar. Já, so dream big, baby. Dream big, baby. On that note bara, ertu með einhver markmið eða milestones sett fyrir þetta ár? Þetta ár er mannstu ágúst í ágúst. Þetta aldursár. Þetta ammælis ár hjá þér. Ok, ég ætla bara að segja Að jamma með Kylie Jenner. Já. Ég er ekki að segja gifta mér, það er too soon, sko. Nei, taka skinni. Já, en jú, það má vera það. Við sýtum það bara. Það má alveg vera þarna. Og ég ætla að reyna að fá sixpack fyrir 30. Nei, það er ekki eins og það var. Svona, hvað er með Ég ætla að fá 2019 sixpack mitt. Viltu ekki líka fá góðan rass, kannski? Já, og kannski gott hár. Ég gæti það. Má ég vera með mitt eigið? Þú ert með þitt. Nei, hún er að spyrja, má ég vera með mitt eigið markmið? Já, nei, þú verður að gera eitthvað svona aðeins. Þú ert með þetta núna. Nei, eitthvað sem þú ert ekki með. Eitthvað sem þú ert ekki með. Þér líf sjálf með eitthvað sem ég er ekki með. Já. Eitthvað sem þú verður að ná. Já, og það er að fá sixpack. Og ég ætla að túruvast. Ég er með túruvast. Ég ætla að túruvast. Já. Bring it. Ok, eitthvað sem ég er ekki með. Ég veit það ekki. Hús. Já, love that. Hús fyrir 30. Hús fyrir 30, gæðið. Það er gott. Sýtum það. Very good. Aldrei að fara að gera það. Let's go. En við bara, þetta er búin að geggjaður ammælsþáttur, stelpur, takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir birthday party. Það var ógeðslega skemmtilegt. Bræði. Ég vona að þú varst að njóta. Ég var að njóta svo feitt. Það er ekki. Jú. Þetta er ekki. Nú ætlum við bara aðeins að taka, við erum að taka pre-ammæli, svo ferðu út, svo heldur ammælið þú kom heim líka. Svo er post-ammæli. It's a whole lot of birthdays. Bara skál fyrir. Leo season. Skál fyrir. We love you. Happy sunny season.